Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Hestamannafélagið Hörður, fræðslunefnd fatlara, við erum komin upp yfir ásamt Hrossarækt EHF og við ætlum aðeins að kíkja á hvað að gerast hérna, starfið, og það er að veita þeim styrk frá Hrossarækt EHF upp á rúmlega 2 milljónir og við ætlum að ræða við þau og skoða hestana aðeins og kíkja á þau. Það nú svo skrítið á það ég líf, svo örvænting stórbrotin segja ég hlýt. Þegar finn ég það út, fast ég brýt hugan ferðalag okkar á þessari stór. Alveg sama hve ánægður dvel, í allsnægtum mér verður ekkert sel. Hamingjan druknar sem dægur flugan í draumum meira á allsnægta vor. Aðal konurnar í herði, fræðslustarf fyrir fatlaða, Berglind. Nú er ég stelpur, nú kemur minni mitt, Fríða og Hildur. Stelpur, frábært starf, óeigingjarnt, 2 milljónir frá, Hrossarækt EHF. Þetta hlýtur að vera ánægjulegt fyrir starfið. Miklu meira en það. Nú getum við haldið áfram með stæl, því að það veitir ekkert af þessum pening, því að þetta kostar jú að reka hestana og við erum þó við sem öllum með sjálfboða vinnu, þá er það bara ekki nóg, því að það kostar að reka hestana og fá fyrir þá spænir og annað. Og bara meira áttur að geta gert meira. Frábært, þið eru ánægðar. Já. Auðmjúkar og ánægðar, ég sé það bara á svipnum á okkur að þið eru glaðar. Hvernig er starfið? Hvenær byrjið þið starfið eins og eru þið allt árið kring eða? Þetta er á veturna, frá október fram að loka maí yfirleitt. Hvað eru margir sem að taka þátt í starfinu? Við erum með 28 nemendur núna á námskeiði. Já, við erum með 6 hópa. Og þetta er allt fólk bæði í hjólastólum og hækjum og svona í misjöfnu ástandi og ég er að horfa hérna eftir aðstöðun ykkur. Það er búið að steypa fyrir ykkur og gera svona aðeins hugularinn í höllinni. Nú stöndum við hérna á mölinni og ég tók hérna eftir hérna við hliðið okkur og hér er komin, ég hélt fyrst þetta var í róla og svo áttaði ég mig á því að þetta er eins konar sigbelti, er það ekki? Jú, þetta er sigbelti sem Landhelgisgæslan gaf okkur til þess að taka fólkið upp úr hjólastólunum, lyfta þeim upp og síðan setjum við á bak. Þannig að þú getur fært... Við færum lyftuna þannig til að fólkið er bara lyft upp úr hjólastólnum og síðan fært yfir á hestin sem stendur við hliðina. Ein spurning sem að brennur á mig stelpur, það er bara hestarnir sem þið eru að nota í þetta. Hver eru ræktendur af þeim? Ég er nú ekki ræktendur, ég er eigandi af þeim. Já. Þetta eru allt algjöru snillingar. Þetta er náttúrulega bara elliheimili svolítið. Þeir eru alltaf konir yfir tvítugt en þeir eru bara æðislegir. Það er bara gott gæsla, það er eina sem gildir. Þeir verða að vera bara 100%. Erum við að rækta svona hesta eða erum við bara að rækna keppnishesta í dag? Ég allavega fæ alltaf einn og einn svona. Ég er mjög heppin. Fólk lætur mig vita þegar þeir eru til hérna víð og dreif sko. Þeir eru bara vanmetnir samt þessi hestar. Svona hestar eru gulls í gildi. Algjörlega. Þeir eru ómetanir. Þetta er frábært starfstelpur, 2.119.000 bara til hamingju. Takk. Gaman að sjá okkur, gaman að fá að koma og taka þátt í þessu. Takk fyrir að koma. Hrossarækt EHF veita hér 2 milljónir rúmlega, 119.000 við höfum þetta nákvæmt og ég er með 2 pappakassa, Stíg og Magga og drottninguna, Huldu Geiss. Krakkar, frábært til hamingju. Takk fyrir þetta. Það er náttúrulega ekki bara okkur að þakka, heldur eiginlega bara hestamönnum í heild sinni. Fyrsta lagi náttúrulega þeim hrossaræktendum sem að gá okkur þessa tolla. Það er ekkert sjálfgefið að fá tolla undir marga bestu hesta landsins og fullt af upprennandi stjórnum. Þetta eru mikil verðmæti og við fengum alveg 100 tolla inn í þetta mál og svo eru það hestamennir sem kaupa miðana sem auðvitað eru grunnurinn að styrknum og þessi buðu í tollana. Þannig að þetta er svona bara svolítið sameiginlegt átak og við erum ánægð með það, að við getum gert eitthvað gott svona saman hestamenn. Stóðhestaveisla verður aftur í ár væntanlega og sama fyrirkomulag? Já, ég held að við stefni í það að stóðhestaveislan sem verður núna í
núna í vor verði svo flottasta og margar nýjungar sem að náttúrulega kom úr brunni Magnúsar Benediktssonar og margt spennandi þar virkilega og verður held ég bara hrikalega flott veisla. Það þarf að halda utan um strákinn, hann gerir þetta rétt eða ekki? Er það ekki ástæða fyrir ykkur? Jú, Magnús er náttúrulega alveg yfirbara maður, okkar fremsti maður í þessum sviðum og það er þetta ævintýri, þessi stóðhestarveislur og stóðhestabókin og annað er bara eitt stórt ævintýri sem heldur áfram og eins og svona stundir eins og við erum upplifað hér núna í Harðarhöllinni er alveg magnaður. Ég þekki það nú líka sem bara faðir stelpu sem var hérna, að þetta starf hérna er náttúrulega alveg einstakt og er svolítið gaman að standa hér í dag og vera að styrkja þetta. Bara virkilega flott. Það voru auðmjúkar stelpurnar, voru ánægðar með þetta, það skein úr þeim gleðin, það er áframhald. Já, og þetta starf er alveg stórkostlegt og það að við hestamenn skulum núna með þessum styrk vera að leggja lið er bara frábært. Og hvað er hægt að nota hestinn og hestamennskunum til að gera svo fullt af góðum hlutum og vonandi bara verður framhald á því og ég veit að þær eru búin að þróa sín námskeið og sitt starf mikið og við erum að þróa okkur í stóðhestavislunni og útgáfunum og þetta er bara allt á bullandi siglingu og engin glaðari Magnús Benediktsson. Maggi, að þér stóðhestavisla í ár, er komin dagsetning? Það voru á næsta ári. Voru á næsta ári? Já, þetta er náttúrulega næsta ár. Ég var að taka inn hestan, það er komin næsta ár hjá mér. Það var svo óvanur að taka inn hest í nóvember. Ég veit það. Herðu, hún er 11. apríl. 11. apríl? Já. Og staðsetning? Það er heimavöllurinn minn. Það er sprettur? Já, það er sprettur. Það er klárt? Það er ekki að flækja þetta. Nei, þannig að það er bara þeir sem eiga góð hross, gera sig klára þegar þeir fara að fá símtal. Nei, sko, ég held að menni ég bara að taka daginn frá. Þetta verður svakaleg sýning. Það er þegar byrjað að plana mjög mikið í kringum þetta. Og komnir nokkrir hestar. Er einhver nöfn sem má nefna? Já, það má nefna mikið en ég ætla ekki að nefna það neitt núna. Það er ekki komin í jóleina. Nei, takk fyrir krakkar, frábært, bara alveg meira áttur að fá að taka þátt í þessu og hér er allir glaðir. Þetta er skemmtileg stund í hestamennskunni. Við ætlum að safna meira næsta ári. Já, og við viljum koma á framfæri þökkum til hrossaræktenda sem gáfu tolla, til Helmu fyrir að gefa okkur listaverkið og bara hvetjum alla til dáða í næsta verkefni. Það verður enn meira næst. Takk. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.